Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Já, það ennþá miður vetur. Það svolítið svalt úti. Klukkan 8. Við erum við Rauðaborðið á Samstöðinni. Hér voru sagðar fréttir í gamla daga en við verðum víst að hvíla það. En eru samt með fréttamenn Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Við erum velkomin. Já, gott kvöld. Það stóra fréttir í heiminum. Það heldur betur. Eða svona seig fljótandi, eða svona eins og segja rennu fyrir fólki einhver staða. Já, það kemur bara daglegt eitthvað skeipó úr Hvítahúsinu. Já. En undir niðri þá held ég ekki rennu fyrir öllum að NATO dáið. Jú. Hefur valdamesti maður heimsins endanlega gengið af göflunum spurning sem margir spyrja sig í dag. Stórkostleg yfirlýsing frá honum í dag. Sko. Við ræddum þetta svolítið í síðan Trump-tíma. Fílupúki. Í síðan Trump-tíma, því að ég hef reynt að halda umræðinni þegar kemur á Trump, þannig að hann sé að framfylgja einhverju stefnu sem hann nýtur einhvers fylgis í Bandaríkjunum og að því að mér leiði svolítið þegar það verið að tala að hann sé bara geðsjúkur eða Pútín geðsjúkur og þetta sé allt einhver persónuleg mál. En ég sagði í síðan Trump-tíma að ég væri eiginlega detta yfir að það sé sérstakt vandamál í heiminum að Trump bara gaggalagú. Sko. Já, það það. Að hlusta á ræður hans, upphafninguna og hann bara helsjúkur. Já. Hann opinberar barnið í sér, hver óþroskaður einstaklingur hann og gjörsamlega vanfær að bera ábyrgð á heilli þjóð, hvað þá hlutverki Bandaríkjanna í alheimsfriði eða öðru. Þetta ótrúleg yfirlýsing, hún sem kemur fram í spjalli hans eða bréfi hans til norskra stjórnvalda, þar sem hann lýsir því yfir að nú þar sem að hann hafi ekki fengið Nóbelsverðlaunin þá verði áherslur hans á frið minni. Það sé engar ástæður fyrir þess að vera með eitthvað frið. Nei, sér ekki ástæður til þess að þetta það ekki Til hvers að því að vera því ef ég fæ ekki friðurinn? En það er ekki nokkur leið að nokkur þjóðhöfðingi hvar sem í heiminum ætti að fá að komast upp með þessi ummæli. Þarna bara einhver reiður krakki eða bara einhver gaggalagú einstaklingur eins og þú segir. Það rútt að líkja sig við börn, sko. Þetta eitthvað mikið verra, sko. Já. Ef þetta væri rithöfundur sem var að skrifa þetta og skrifa þessa setningu, þá myndi að segja nei, þetta meikar enga sens og strókat út. Þetta er svo stjórnlaust rugl, sko. Mér dætti í huga að hann hefði kannski ekki fengið 10 í einhvern staðar og þess vegna tala hann eins og fáviti, sko. Ég meina ef maður fær ekki 10 akkurat ég að vera að þykjast að vera eitthvað að tala einhverju viti. Ég ætla bara að tala vitleysu í þannig frá. Þið virðið með einskis. Já, þetta alveg ótrúleg staða. En ég held að þeir hægrimenn sem hafa verið að dilla Trump allt fram til dags í gær, til dæmis hér á landi, ég held að hljóti nú að renna 2 grímur á það flestan. Nei, það ekki? Ég veit ekki. Ég pröfði að sýta svona aðeins Trump til þess að aðtóða einmitt þetta, hvað það kæmu og það komu nokkrir. Gefa sér fram. Þetta spyr hvorki vinstrinni hægri, sko. Við erum bara stödd í hrömmum manns sem gjörsamlega ófyrirsjáanlegur og langhættulegasti maður. Ég held að það sé bara fullkomlega hægri og vinstri. Ég held að þetta sé bara beina afleiðing af nýfrjálshyggjunni sem var bara gaggbylting hinna ríku sem fóru í stríð gegn verkalýðshreyfingunni, gegn almannavaldinu, vildu flytja allar ákvarðanir frá lýðræðisvettvangnum yfir á markaðinn, þess að þeir gátu sjálfur tekið ákvarðanir, grafa undan lýðræðiskerfi Vesturlanda með það markmiði að hleypa kapítalismanum hömlulausum út og við vitum hvað það leiði til. Það leiði til þess að örfáir verða ógnaríkir og þeir nota auðsinn til þess að auka völd sín og þeir nota völd sín til þess að auka auðsinn og við sitjum uppi með svona ólígarkisma sem í Rússlandi, í Bandaríkjunum og sumrið hér og Trump bara skilgetið aðkvæm með þessu, hann bara næsta skref hafi hlustað á Musk, hann bara svo nasisti og mikið af þessu fólki sem í kringum Trump tala bara eins og fasistar, þeir ætla að koma á fasíkukerfi til að verja auðsinn og völd og verður bara staðið þar, sko. En það sem ég var að vísa til var að þessi yfirlýsing með að af því ég fekk ekki friðarverðlaunin þá ætla ég bara að vera til ófriðar, þá ég reiður, hún hvorki til vinstrinni hægri. Það bara einhvern veginn afhjúpar að maðurinn klikkaður, hann gjörsamlega ófyrirsjáanlegur
og vegna nálæðar okkar við Grænland og vegna varnarsamningsins og vegna herstöðurinnar sem hér og vegna fyrir samninga á stöðu okkar og legu þá skrýður þetta bara upp hryggsúluna alltaf með einhvern veginn meira og meiri hrolli. Ég ætla að pröfa aftur, þetta víst þetta vinstra hægri. Vegna þess að það tilheyrir nýfrjálshyggjunni að við ætlum að trúa því að þeir sem væru auðugir fyrir eigin veruleika og þess vegna ættum við að treysta þeim til þess að taka ákvarðanir og þeir þyrftu raunverulega ekkert að leita neina sáttar við samfélagið eitthvað, bara þeir hlutu hafa rétt fyrir sér. Trump skilgetið aðkvæma því, hann náttúrulega svona í upplagi ef við höfum átt samfélag. Það sem að hefur verið eitthvað svona mótvægi við svona menn sem að sagt Trump, farðu nú að þegja eitthvað sluðis, en við erum að koma út úr langvarandi tímabili það sem hefur verið púkkað undir svona menn sem hafa verið haft völd, haft auð og þeir bara vaða yfir allt og alla án þess að neitt gagnrýna það og allir bara keppast að fá að halda töskunni þeirra og hlaupa eftir þeim. Það er alveg rétt. Ég skrifaði fréttin á samstöðuna.is í dag eftir Ólafi Stephensen sem framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og ég rifjaði upp að þar á bæ voru menn ofta að horfa svona vestur land með ákveðinni velþóknun en hvað var þar stjórnarhætti og áherslur í atvinnulífi en nú öldin önnur og hann sér bara ekki betur en Trump hafi endanlega mist vitið. Já. Nei, þetta bara eitthvað verið í eitthvað svona óraunveruleika leikhúsi og sýningin heldur bara alltaf áfram við og hundleiðist og við erum hálfrætt við þetta heldur bara áfram, þetta við versnar og rökin sem maðurinn færir fyrir framferðið sínu að hann fekk ekki Nóbelsverðlaun hann veit ekki hvernig það fer fram bara í ekkert. En þetta náttúrulega ekki leikrið, þetta raunveruleikin. Já, ég veit það, óraunveruleika. Við getum haft áhrif á hann, ég held að sé ekki sniðut að vera að bíða eftir því að bara leikriðið sé búið, Það mun bara versna, Já, við getum ekki haft áhrif á þennan blessaða mann. Já, við getum bara gert alls konar hluti. Og okkur ber að gera það. Að andmæla öllu þessu svona í okkar nærsamfélagi, andmæla honum á alþjóðavettvangi. Ég sagði það gær og gekk fram af sumum gestum okkar að við ættum bara að segja varnarsamningu. Ég ætla að vera að meina bara okkur þrjá Já, við erum að andmæla því Við erum andmæla, við erum alltaf gert það. Við erum að gera það hvar sem Hvernig einasta dag, þú með vikulegan andmæla þátt. Það sem að við höfum að gera það, ég held að við sem á þannig tíma að og það sem að ég hef talað áður, bara undanfarið ár og það sem hefur komið með mest óvart hversu fljótt fólk að normalísera þetta hann að brjóta niður það sem heitir svona kannski valddrift lýðræðiskerfi sem hefur verið svona einhver leiti á Vesturlöndum auðvitað með alls konar annmörkum og fleira hann hefur reynt að kæfa fjölmiðlana hann hefur kæft háskólana hann hefur lýst alla andstæðinga sína sem bara landráðamenn og glæpamenn, hann kærir alla en það sem að gerist að fólk svona, bara sem gömul frægsetning eða ég held að það verið ljóð að fyrst réðust þér á gyðinga og ég ekki gyðingur og gerði ekki neitt svo réðust þér á kommunista og ég ekki kommunista og ég gerði ekki neitt og svo heldur þetta áfram og mér fannst viðbröð vera þannig og mér fannst það vera bara sláandi svona undanfarin mánuði eða svona þetta ár séð að það eins og við fáum bara innsýn inn í það hvað gerðist á millistríðsárunum í Þýskalandi þar sem allir voru bara hræddir þetta beindist gegn sér voru fljót, hann er ekki allslæmur Trump ímislegt til í hann og svo hefur maður andmælunum eitthvað svona hvað þetta bara á móti öllu sem hann gerir það sem nei, ég á móti fasisma, hvað er að ykkur þú veist, það er svo fljótt að svo normalísera og alls konar vinstra fólk byrja að taka undir hægri gagnrýnina þessi bara komið tími á að stöðva eitthvað vók eitthvað sem er bara aðferð hægri sem við að berja niður mannréttinda baráttu síðustu áratuga Ég las ég veit ekki hvort að það sé fake news eða ekki að það í sjónvarpsþætti gæra fyrir dag að þá meðal gesta var Ringo Starr og hann skömmum yfir Bandaríkjaforseta maður er að passa sig á þessu sem við erum að dreifa ég veit ekki hvort maður veit ekki neitt lengur nei gríðarlega falsanir í gangi en hún var sem sagt að hann sem sagt bara ákveðinu röddu bara En hefnir eru við nú strákar að hafa handboltalandsliðið okkar karlaliðið til þess að gleðja okkur á þessum erfiðu tímum. Til að geta gleymt okkur. Brauð og leikir.
Sigurjón, ertu ekki voru afar samfærandi núna á móti Pólverjum. En skiptir ykkur máli hver vinnur það mun ekki Trump fá gripinn? Það er lesið, en sændin Það var gaman að sjá hann inn á sko. skallin. Gaman að sjá hann inn á svona... Já, það búið að búa til svo, það er búin að sjá myndbandi þar sem hann kynni sér sem nýjan forseta Íslands. Já, ég er búin að sjá það. Það er að vera þorralót. En Sigurjón, þú hefur nörgulega hort á ansi marga handboltaleiki í ansi marga áratugi og leikurinn í gær, hvernig er þetta svona á sögulegan mælikvarða, gæðin? Þetta er bara mjög gott, sko. Já. Það er náttúrulega erfitt að bera saman, en þetta var bara mjög gott. Það er bara þetta er mjög gott lið og mikil breidd og það er bara það sem er að Haukur Þrastason sýndi okkur, menn voru búin að vera kall eftir því og hann kom þarna sterkur. Svo svona finnst mér líka, ég er bara mjög hrifin af Gísla Þorgeiri og hvernig hann nægir að gefa allar þessar sendingar og þetta er alveg með ólíkindum. Þetta er galdramaður. Algjörlega bara eins og svona húmikall með þetta ekkert hvað já, mér er bara mjög ánægð með þetta og mér Snorri Steinn bara að vera á góðri leið. Já, ef að spá fyrir leikinn annarkvöld? Já. Það verður náttúrulega erfiðar andstæðingar. Já, heldur betur. Það verður búin lífið það. Þeir unnu þetta lið með sama marka... Nei, aðeins minna. Við erum í betri stöðu. Unnu Ítalíu með sömu markatölu við það. Nei, unnu ekki Pólverjana með sömu markatölu. Við erum aðeins fleiri mörk skoruð. Stað okkar er hagstæðari, menn það tökum mörki. Dugur okkur þá í átöfli? Já, líklega. Það er eitur, það má ekki segja svo setningu, ekki einu sinni. Nei. Ekki í landinu þessi móti fyrir fram. Óli Stef sagði í sjónvarpinu við viljum ekki 27 og 5 mínútur eftir. Nei, því ekki, sko. Það er 31-29, segjum það bara. Fyrir okkur? Já, sjálfsögðu. Já, 31-29. Já, við 31, spáum okkur ekki. Lítill munur. Snúum okkur ekki tappi, það er bara ekki hægt. 31-29. Ég held að verði, sko, 31, ok? 24. Ef það verður minni munur þegar það eru 5 mínútur eftir þá töpuð ég bara eins og er eitt sko íslenska liðið í gær kannski eitthvað svona fyrirlið hefði maður séð svona fara út í eitthvað vesin og taugaveiklun svona þegar kortið var búið þetta var ekki svona alveg að ganga en það gerist ekki núna þá koma með lausnir, þá kom Snorri með lausnir frábærar innáskiptingar og Því að það er stundur svona karakter í Íslandinu alltaf eins og í enska landslinni í fótbolta. Það er svona þegar mótlæti kemur og þá vilja brotna sko. Það er dæmi náttúrulega íslenska liðið rís upp og gerir ykkur og svona en það eru líka dæmi að liðið bara brotnar sko. Já. Og það er ótrúlega slæmt að hafa það í liði sko. Já, en það má segja að þessum tveimleikir sem við erum búin að spila þá hafi ekki komið fram neitt svona leiðilegur galli sko. Það sem var mjög gott fyrir úrslitin í gær var að sem dæmi að við þurftum ekki einu sinni mikla markvörslu til þess að vinna leikinn svona örugglega ef þú bætir markvörslu ef markvörsluna inni það er ekki gengið nú vel. Það er að því að Pólverjarnir voru svona ekkert sérlega góðir. Ég er svona 2/3 unnu við leikinn, 1/3 töpuðu Pólverjar. Til dæmis að seinni hluti síðan í hálfleiks til dæmis það var allt í einu sámar að þetta lið ekkert sérstakt sko. Ég er algjört ráðaleysi í sókninni Ég er hrættastur við upphaf seinni hálfleiks annarkvöld það er eitthvað með seinni hálfleikinn og það sem gerist eftir leikli sem að svo með ekki gleyma sko Elvar og Ellið sem spila sko stæsta varnarliðverkið og það eru menn sem er sko örugglega með ykkur á marbletti til leikinn sko það er alltaf fætingur sko. Það er gaman að upplifa þessa stemningu Já, mjög og þetta er gott að fá þetta í janúar ár eftir ár sérstaklega vel gengur en svo ég minni ykkur á það þá hefur þetta verið svona ár eftir ár upp að Ungverjaleiknum Er þetta ekki í 3 skipti sem Ungverjar hafa hræðileg gríla Ungverjar og orðin við bara breytum þessu núna Ég sá hvað við tala við Ungverjan og hann sagði svona þið séu ekki bara jöfn og ég veit ekki hvernig að metu það ég held að svona á pappírónum svo kvölduðum að þá eru við með sterkar einstaklinga þannig hann með eitthvað svona mat á því að þeir eru svona með stærri og þyngri menn svona í vörninni sem er oft sagt að hendi okkur illa Ég horfði á þá spila gegn
gegn Pólandi mér finnst við vera ívið betri Já, ég horfði þá er það bara dagsformið. Já, svona Já, ég hef ekki hort á það fram á þessu. Taugar, náttúrulega eins og svo oft en andlega hliðin virðist vera óvinnu góð. Þeir fögnuðu vel, Snorri mjög líflegur og hann hefur stundu verið svolítið drumbur aðeins svo mikið inn í sér sko. Þannig að það er trítil óður alltaf á tímabili. Já, og þegar Haukur Þrastarsson henti sér á boltan þá bara fagnaði Snorri og allur bekkurinn bara eins og við værum orðin heimsmeistarar. Ég var ánægður með það. Já, það var vel gert sko. Já, þetta er gaman. Já, þetta er fínt. Þetta er svona þjóðutíð, vonandi heldur þetta áfram. Já, við göngum bjart sín til þjóð, til leiks. En vitið þið hvað líða margir leikir í fyrsta leiki milliriðli segjum að við vinnum hann á kvöld? Ég held þessi bara mjög stutt sko. Þetta sé bara alltaf 2 leikir á milli. Fólk þarf náttúrulega að mæta í vinnu bara. Ég ætlaði að fara ég fór inn á hsi.is, það er svona að skoða riðinni. Það er bara allt 0. Það er ekki búin að færa inn eitt einast og ég er búin að senda þeim post og bjóðast til að gera þetta bara gratist. Komist. Nei, finnst ykkur það ekki? Jú, Þóðu þetta er séu ekki nógu blankir og hljóta geta fengið ykkur til að gera þetta. Þeir geta fengið mig, ég er búin að segja það. Akkurat. Hver var spurningin hjá þér? Spurningin hjá mér? Nei, á þér. Mér? Það líður langur tími á milli. Já. Það eru fyrstu leikirnir í milliriðinum. Þeir eru 22. janúar, þannig það er bara það er sama. Já, það er mestalagi komið einn aukadagur en ég hefði bara keyrt í gegn sko því að þessi menn þurfa bara að fara að mæta í vinnuna í sínum liðum. Þetta hefur forgang sko. Ég segi það þetta er ekki svo HM í fótbolta sem er bara með mánuð á undan og mánuð í hvíld á eftir, það er ekki svoleiðis sko. Þannig að næsti leikur eftir Ungverjaland er annarkvort á 50 dag eða föstudag fyrir okkur. Já, ég kann ekki að menna ef við verðum í efstasæti. Já, hvort heldur sem við erum konur áfram, þannig að Herðu þið færingarnir? Já, frábærir. Frábærir. Þeir eru samt ekki alveg búin að tryggja sig, sko. Nei, en þeir eru aðeins að stela krút faktornum frá Íslandi. Já, það er alltaf leið. Við bara fögnum því. Já. Við leifum þeim að eiga það. Það er 23. janúar, sem er fyrsti leikur fyrir þann sem að vinnur okkar riðil. Okay. Og reyndar að sama við þá sem að lendi í öðru seti. Já. Þannig að við erum að vera þar. En færingarnir, ég meina þeir voru að vinna sér fyrsta leik. Já, gerði á svona stórmóti. Og hverja voru þeir að vinna? Svartfjallaland. Já, alveg með stórsigri. Spurning sko, ég veit nú ekki hvenær þeir eiga að leika við Slóveníu, ætla að sé ekki á morgun bara. Já, en sko þeir geta alveg unnið Slóveníu sko. Sko, þeir eiga þjóðarhöll og þjóðarleikvang. Jú. 50.000 manns. Já. En nú ekki bara líðil. Nei, við öllur tekum 7.500, þetta er flottu öllur. Við ættum þetta bara sem tekið 12.500. Með höfðutölu og stærra. Já, það bara, sko, þeir eru við 7.500 sem að sko, er bara svipaða lögdagsöllur. En maður getur eyðilagt þetta eitthvað með því að hugsa ekki rétt og eitthvað svona. Þegar ég sé frétti frá færingu, þá hugsa ég svona, ef að, ég þá eitt lið þarna ef Íslendingar dett út. Er ég að rekka nagla í kistu íslenska landsliðsins með hugsa svona? Nei. Þetta má þess að. Já, má vera miklu heiðarlegra að halda með færingum ef okkur gengur illa frekar en að fara að halda með þessum liðum íslenska þjálfara. Ég hef aldrei botnaði því. Nei, sko, þegar við vorum að standa okkur vel á EM og HM í fótboltanum, þá voru sko bara risa skjáir bara úti í Þórshöfn í Færeyjum, þar sem við hópuðu saman til að styðja okkur sko, þannig að við verðum að styðja þá. Þetta er spennandi. Góði vinnur okkar. Ég gæti alveg að halda með Króatíu, ég held ég að halda með Króatíu ykkur leikjum svona í fótbolta til dæmis, en ég held ég aldrei á ævinni halda með Þjóðverjum. Með Þjóðverjum? Aldrei. En það er náttúrulega talandi Þjóðverjarleikin sem sennilega stendur yfir þegar við erum að tala hér. Já, þegar við erum að tala hér. Þá náttúrulega blasir við að það er vægasagt heitt undir Alfreð eftir þessi ótrúlegu mistök.
helgina Hann að fara að kalla á leikli of snemma og dæmta þeim marka á ögur stundu og eftir það gátu þeir ekki neitt og mórallin hrunin í liðinu og allt vitlaust í kringum það. Þeir að gefa komment eitthvað eftir leik þar sem er talað illa Hann Alfreð hefur nú ekki þurft að sætta sig við brottrækstra hingað til held ég. Hann er búin að vera í alveg toppstöðum. Mikill þjálfari, en þarna gera mistök. Það verður ekki bara meira fjör í núna í höllinni? Ef þeir vinna Spánverja núna, þá er hann á lífi en annars er þetta bara búið. Já, ég verði eiginlega að draga tilbaka. Ég eiginlega held með Þjóðverjum núna. Ég hefði frekar að þeir Spánverjum fyrir allt og mikið og leikið en að draga aðeins úr þeim. Held með Þjóðverjum. Hvað er það að hafa þetta í kvöld? Þetta gott að sportinu. Þú ætlar að byrja þáttinn? Já, ég ætla að byrja þáttinn með að fá að því að það var nefnt í gær, þá vorum að tala að það verið svona gaman að sjá fólk sem var að gefa sig fram í pólitík. Þannig ég fekk fólk sem er að bjóða sig fram í prófkjöri Samfylkingarinnar og vill fara í annað eða þriðja sætið. Við sleppti reyndar Skúla Helgasyni sem er búin að vera svo lengi að hann þarf nú alla kynningu. Þannig að mér langar að vera með svona fyllaborðið af fólki sem er að rétta upp hönd og vil taka þátt í að stjórna borginni. Og það við getum rætt pólitíkina, við getum rætt Reykjavíkurborg og samfélagið okkar og það verður bara skemmtilegt. Að gera, að kynna nýtt fólk. Ég ætla að vera með pælingar borgarstjórnarkosningarnar og sveitarstjórnarkosningarnar framundan með honum Óla Harðar, okkar stjórnmálafræðingi sem kemur reglulega á samstöðuna og hann fer líka yfir afsögn dæmis Guðbrands Einarssonar á föstudaginn, þingmanns Viðreisnar og þessa þróun að nú hafa 3 sagt af sér stöðum vegna gamalla mála. Þá nefni ég sem sagt Þór Snæ sem að verður ekki þingmaður eftir að Stefán Einar dregur upp gamlar fornar syndir hans, hvað var það ömurlegan húmor. Hann sagði af sér þingmennsku. Kynjaðan, já. Hann var kjörinn og hann sagði af sér. Svo Ásta Lóa út af hennar gamla sambandi og núna Guðbrandur Einarsson, þetta allt saman eldgömul mál. Og Ólafi líka nú ekki þessi þróun. Hann lýsir nú þeirri skoðun sinni. En við förum yfir förum vítt og breytt svið en aðalega borgarstjórnarmálin og ég mæli með því að fólk hlusta á þetta. Þetta var þetta er mest tengimaður við bresk stjórnmál. Það er kannski... Má ég spyrja ykkur einu? Ég var að velta fyrir mér að hvor hefur brotið verra á konum með þá vitneskju sem við höfum, Guðbrandur Einarsson eða til þess Bergþór Ólason á Klausturbarðum. Hvort er meira meðandi? Já, eitt er það sem gerðist og annað er hvernig kandidatar bregðast við. Það er kannski skiptir máli hvaða óeðli lýsti hann kannski skiptir máli hvort til dæmis bara formaður þessara flokka er kona eða ekki það getur bara vel verið ég veit það ekki, bara hann og Gunnar Bragi er leyndar ekki lengur á þingi en hvaða þú sást hvernig Inga Sæland tók á þessu klaustursmáli á sínum tíma og núna eru þeir sem að segja af sér þingmennsku eða trúnaðarstörfum þeir eru undir stjórn konu sem formans flokka það kannski segir okkur eitthvað ég held að við höfum ekki fengið alveg heila frásögn af honum Guðbrandi en þar var hann að undirbúa lögbrot sem Bergþór gerði ekki, það er ekki lögbrot að vera dóni. Nei, en bursi frá því. Þú ert að nefna, ég er bara að nefna eitthvað til. Já, mórals, það sem að þeir sögðu nafngreinda konur. Það meiddi ekki bara þær, það meiddi líka aðrar konur. Og við sáum til þess hvernig Lilja Alfreðsdóttir brást við. Miðflokkurinn er náttúrulega rosalega kalla. Ég hundaði þess að vera að dreifa myndum af hverju fundi og ég sett hana inn á Facebook. Ég sett að vera svo háti í Múlakaffi, svona 97% kallar. Man er langar bara í bjúu og forðarmat þegar maður sér þetta. Það er náttúrulega allt annað að vera í svoleiðisflokki fyrir svona kalla
heldur en að vera í flokki þar sem er fólk af báðum kynjum. Já, þeir eru með 3 þingkonur ekki, Sigríður Andersen. Ég skoða oft myndir sem eru að þessu fundum. Jú, ég veit ég skil alveg hvað það var með. Það er kvöld, Þetta er kalla glúfur. Þær 3 konur sætta sig við að vinna með þessum mönnum þrátt fyrir forsöguna. Já. En svo er ég með viðtal sem að varðar pingju okkar allra. Okkur neytendur, okkur sem að enn eigum ekki rafmagnsbíla og þurfum stundum að kaupa jarðefna eldsneyti á tankin. Ég á enga bíl, þannig að það kemur mér ekki við. Okay. Þannig að ég er bara býð. En hann Runólfur Ólafsson hjá FIB, hann kemur og ræðir við mig ýmis mál sem varða okkur í umferðinni og fleira og hann upplýsir að nú er álagning íslensku olíufélagana og hún hefur sannlega aldrei verið meiri. Heldur en eftir kerfisbreytinguna þegar kílómeters akstursgjald er tekið upp áramótin. Hlutfallslega í krónum? Já, sko í prósentum þá er þetta okkur alltaf 25% út á landi miðað við eðlilega álagningu, 15% hér á höfuðborgarsvæðinu og eina eðlilega verðið, eina eðlilega verðlagningin á bensínlítra á Íslandi í dag er hjá Costco. Finnst þú það ekki svolítið steikt? Já, mjög sann. Samt eru svo vön þessum svipum með rammaður. Þetta er alveg útrúlega. En ástandið hefur semst aldrei verið verra og ég spyr hann í spjallið sem var í sýnt í kvöld, hvað hefur við að gera? Og hann segir, jafnvel kaldhæðinslega og það hljómar, þá virðist vera skynsamlegast að fara bara og kaupa bensin hjá Costco. Já. Það er ekki allir kost á því. Já. En að Runólfur, ég er aðdáandi hans, hann er búin að vera framkvæmdastjóri í FIB, ég held örugglega í meiri 30 ár. Það kannast oft við þetta er svona nauðsynlega endurnýjun og svona. Já. Ég bara get ekki séð neitt að ferli þessar manns. Ég þannig að við tvisvar komið að því að stofna tryggingafélög til þess að ná niður hérna. Hann er alltaf harður í öllum þessum þetta er bara allra besti talsmaður neytenda og almennings sem við fengið. Já. Við allan þennan tíma, sko. Ég held að það sé búin að vera meira en 30 ár, sko. Ég held að árin séu 35. Það ekki? Jú. Já, ég held að hann er sko ýmist titlaður, sko. Framkvæmdastjóri eða formaður. Hann var alltaf framkvæmdastjóri, en er hann orðið formaður. Já. En ég er sammála, hann stendur sér í stikkinu. Það meðist hann þetta er mjög vel. Svo ætlum við að enda þáttin á viðtali við mann sem ég hef reynt að ná sambandi við og fá hingað að rauðaborðinu mjög lengi. Ég held að það sé meir en ár, sennilega 1,5 ár síðan ég byrjaði að hringi í hann og spyrja hann, ertu ekki til að koma í spjall við okkur? Það er hann Jónas Sen, tónlistarmaður, píanókennari og gaggrínandi ekki síst, sem að svona, mér líkur að segja reglulega vekur landsathygli vegna gaggrínina pistla sem hann skrifar músík. Mikil stílisti, einmitt. Það er gaman að þú skuli nefna það því að ég, maður heggur alveg sérstaklega eftir því hvað hann skrifar vel. Alveg frábær penni. Og mér langaði svo að kynnast honum, þannig að og svo ætlaði ég að tala við hann þetta þjóðfélagslega en það var svo gaman að kynnast honum og hann þurfti að fara á fund eftir klukkutíma spjallið eða eitthvað svoleiðis þannig að ég fæ hann kannski aftur þetta þjóðfélagslega en við náum nú samt að fara yfir ansi marga áhugaverða punta og ekki síst það sem að lítur að gaggrínum skrifum hans. Já, þannig að þetta er í boði í kvöld, það er borgarmálin, það er bílinn og aftur borgarmálin og tónlistargagnrýni. Jónas Sen var í tónlistarferðalögu með Björk. Já, árum saman. Heldur betur. Hljómsveitarstjóri í stórri tónleikaherferð sem fór út allan heim. Og hann segir ógleymanlega sögu af flíklum Askenazi. Hvernig þeir voru bara eins og eftir sprengjuárás, bara strengirnir eins og spagetti. Þegar Askenazi er að æfa sig sem mest fyrir allar upptökurnar sem að hann gerði út allan heim á árabili. Gengur frá flíklunum. Gjörsamlega slátraði flíklunum. Það er nú ekki fallegt. Þegar Víkingur Heiðar var að tala um þetta fyrir endurnýja flílinn sem var keyptur í Hörpu. Kom mörgum á óvart, sko. En það var bara búinn. Já, námitt. Það bara dugar ekki endalaust þessir. Ég held nú gamli flílinn síðan eða búin að svona lappa eitthvað upp á hann. Herðu, en það er margt í boði. Við skulum hvetja fólk til að hlusta og horfa. Takk ykkur fyrir að kynna þáttinn.
og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem eru að horfa og hlusta. Við ætlum að fá hérna samfélgingafólk sem að vil gefa sig fram til stjórnmála hérna eftir örskamma stund en áður en því kemur þá minni ég á að allt sem ég sjáu hér og heyrið í boði áskrifanda. Það er fólki sem heldur samstöðunni gangandi. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöð.is. Það er knappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftun okkar. Máttborga meira þú vilt og því sem er kjósi getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er mitt alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Það er skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo ætla ég að spyrja fólk á hverju það er að gefa sig fram til að taka þátt í stjórnmálum. Ég heiti Vala Kristín og ég trú á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.